kannski er dæmi númer 3. Hvað þetta hér? X í þriðja á móti því sama. Notum bara sömu margliðu. X í öðru mínus 2x mínus 3. Já, alltaf þegar ég er með margliðu í teljara sem er að hærra stigi heldur en margliða nefnara, þá nota ég margliðudeilingu. Ég byrja alltaf á því. Ég vil enda með eitthvað sem lítur svona út. Ég er með margliðu, reynda bara fasta margliðan hér, í teljara sem er á lægra stigi, hún er af stigi 0. Ég vil að... Ein snögg spurning minn erum við alltaf að reyna að brjóta þetta upp þannig að við séum með 1 fyrir ofanstrykk, eða svona yfirleitt. Eða sko, eitthvað svona. Þetta hér er annars stigs margliða, þá verður það sem er hérna upp á striki að vera minna, lægri margliða. Okay. Það er hugmyndin, já. Og auðvitað var gott að fá fasta. Og við erum að skoða það núna, hvernig við ráðumst á svona eitthvað. Hér erum við x í þriðju upp á striki, það er hærra stigið í teljaranum heldur nefnaranum. Eina ástæðan þess, við æfum okkur mikið í margliðudeilingu. Eina af mörgum ástæðan þess er til dæmis að taka þetta milliskref í stofnbrotaliðum. Ég skal hafa þetta hvítt. Ég byrja á margliðudeilingu. Ég ætla að skrifa smá texta. Þar sem stig margliðu í teljara er stærra, það má líka vera jafnt, en stig margliðu í nefnara, þá notum við margliðudeilingu. Og við skulum þá leggja af stað. Við erum með x í öðru mínus 2x mínus 3 deila því upp í x í þriðja. Og sem við finnst gott að hafa svona gátlista hér. Þess að fyrsta sem ég geri er að deila x í öðru upp í x í þriðja. Það er bara þessir hérna 2 sem skipta máli. Og þá fæ ég x. Og skrái það hér. Og svo þarf ég að markvalda tilbaka. Og fæ þá x í þriðja og x sinnum mínus 2x er mínus 2x í öðru og svo lokum x sinnum mínus 3 mínus 3x. Svo þarf ég að finna eitthvað gengur af og ég fæ 2x tók sér hér hérna x sinnum mínus 2x, mínus 2x í öðru. Það fæ mínus 2x í öðru og svo mínus á það, þannig ég fæ pluss og svo mínus 3x pluss 3x. Get ég haldið áfram? Já, minna jafnt og. Hérna er ég með x í öðru, hérna er ég með x í öðru. Þannig að næsta skref er, nú er þetta orðið bara nýtt dæmi, ný margliða. Þannig ég er með 2x í öðru deilt með x í öðru sem eru 2. Þá skrifa ég útkomuna hér. Það er konið 2 og svo markvaldi þetta tilbaka alla liði. Þess að finna eitthvað gengur af. Og þá fæ ég 2x í öðru mínus 4x og mínus 6. Finn mismunin og fæ 7x pluss 6. Þá veit ég það að x í þriðja á móti x í öðru mínus 2x mínus 3 er x pluss 2. X pluss 2. En svo þarf ég að hætta hérna. Þetta er teljarinn x pluss 6 og ég hætti sem sagt deilingunni því að koma með það. Þannig ég er með x í öðru mínus 2x mínus 3. Ég sé núna að þegar ég heilda að þetta verður auðvelt og hérna ger ég stofnborðaliða. Og spurningin er svo, þarf ég eitthvað að breyta þeirri hugmynd, þarf ég eitthvað að endurskoða þá hugmynd að
þetta verði á þessu formi hér? Svarið er nei. Vegna þess að ef þetta eru bara einhverjar tölur, 5 og 6, þá er ekkert víst og ég myndi gera samnefnt, þá fæ ég bara einhverja margliðu hér. Ég fæ einhverja margliðu hér af línulegu stigi. Þá kem ég x plus 1 hingað og x minus 3 hingað. Þannig ég á vona því að hér verði, þetta var bara algjör hundaheppni á þann, að vera bara með fasta margliðuna. En almennt þegar ég stilli svona upp fyrir einhverja stöðla A og B, þá á ég vona því, bara með að gera samnefnt, að fá línulegan lið hér. Þannig að það er ósköp eðlilegt að segja, því ég er búin að hugsa þetta smá stund, ég stofnbrotaliða 7x plus x á móti x í öðru mínus 2x og þessi bara býður mínus 3 vil finna nákvæmlega sama hugmynd á þann A og B þannig að þetta verði aftur á sama formi. Ég ætla að skrifa eins þáttunina. Þetta er sem sagt 7x plus 6 stilt með x minus 3 og svo x plus 1. Þetta verði nákvæmlega eins verkefni og áðan. X minus 3 plus b sinnum x plus 1. Og í tilvikinu þau eru með ólíka liði, það kallar ólíki liðir eða eru bara ekki eins, eða mismunandi liði, þá er þetta alltaf reglan. Þannig að eina sem við þurfum að bæta við kannski í þessu spjalli okkar hér á eftir, hvað gerir maður ef þeir eru eins? Og það er líka einföldur regla, þetta nægir okkur. Ef við margföldum núna í gegn, segjum bara frá því, margföldum í gegn, bara allstaðar, með nefnaranum, sem er náttúrulega þáttaður hjá okkur, og fáum þá að 7x plus 6 er, ef við gerum þetta í huganum, sem sagt, hér vorum við með x mínus, hérna margföldu gegn með x mínus 3 og líka x plus 1, þannig að þessi fer. Þannig að við fáum a sinnum x plus 1 og svo b sinnum, þessi fer, þá var bara hinn eftir, x minus 3. Og svo kannski margföldu upp úr svigur strax ax plus a plus bx minus 3b og stillum upp þess að fasta liðirnir a minus 3b, tökum það saman, a minus 3b, það er það sem að stendur við, það er fasta liður og þá er ágætt í byrjun að munan að það er það sem stendur x í 0. Þá hvað stendur við x í fyrsta eða bara x og það er alveg eins og áðan. Það er a-ið, tek x út fyrir sviga og b-ið, tek x út fyrir sviga. A plus b. Það er að segja, hér er ég með 6, ef við horfum núna á þetta hérna vinstri hliðina, ég er með 6 sinnum x í 0 plus 7 sinnum x í fyrsta. Og þetta er jafna, virðast jafnaðarmerkið eins og föðun og móður. Og við sjáum að a minus 3b þarf að vera 6 og a plus b þarf að vera 7. Og þá er þetta einföld línuleg algebra. Við höfum að það sem stendur x í 0 er a minus 3b, það verður að vera 6. Það sem stendur x í fyrsta er a plus b og það verður að vera 7. Og svo gerum við þetta kannski bara beint af augun núna. Segjum kannski bara neðri, draugum frá svona núna. Hérna fáum við fyrst a minus a sem er 0, b minus 3b eru plus 4b og hér 7 minus 6 er 1. Við fáum bara 4b er 1 og við fáum að b er 1/4. Og
Getur kannski skrifað bara hérna. A-ið er 7 mínus B og svo setjum við bara inn hvað B-ið er. 4 sem 7 er 28 mínus 1, þetta eru 27 deilt með 4. Svo lesa að A-ið er 27 fjórðu. En nú erum við ekki í neinu vandræði með að heilda. Hvernig byrjaði þetta? Þetta byrjaði svona. Stillum þá á heildinu. Við höfum þá x í þriðja á móti x í öðru mínus 2x mínus 3 dx er, og svo gaf margliðudeilingin okkur þetta hérna, x plus 2 er x plus 2 og við erum að heilda það. Og svo kom þarna línulegi liðir í nefnara. Og við skrifum þetta hérna upp næst með A-ið sem var 27 fjórðu og B-ið var 1 fjórði. Þá skrifum við það og núna þurfum við ekki alltaf að gera það sama aftur. Við vitum við megum liða heildið. 27 fjórðu, það var A-ið, heildum yfir þann lið, það var x mínus 3 dx og B-ið var 1 fjórði, heildum 1 á móti x plus 1 dx. Og núna er þetta beint af augum, heildum þetta hérna, fáum x í öðru á móti 2 plus 2x. Fáum x í öðru á móti 2 plus 2x. Og svo kemur fasti, en þetta eru 3 liði, þannig að það verður bara 1 fasti á endanum. Svo heildum við þetta hér, fáum ln af tölugildinu af x mínus 3 og svo 27 fjórðu fyrir framan. 27 fjórðu og náttúrulegi logurinn, tölugildið af x mínus 3. Og svo síðasti liðurinn, fjórðungur, náttúrulegi logurinn, tölugildi x plus 1 og svo fasti. Ég hefði getað gert eitt sem að spara með mig mikla vinnu. En það er fínt líka ef þessa aðferð. Að það er, ef ég hef eitthvað svona, margveldi tveggja falla í nefnara, þá hef ég 3 möguleika. Ég get skrifað þetta sko u mínus vaff, og svo 1 á móti vaff mínus 1 á móti u. Prófið bara að gera samnefnt. Ef þið gerir samnefnt hér, þá fáið þetta. Ég get líka að skrifa þetta sem 1 á móti u plus vaff og 1 á móti u plus 1 á móti vaff. Prófið bara að gera samnefnt. Þá fáið þetta og einfalda. Og ég get náttúrulega líka að skrifa þetta hérna sem bara víxlað á vaff og u, vaff mínus u. Þetta mínus, þá er líka þetta mínus á þetta. Þá fæ ég 1 á móti u mínus 1 á móti vaff. Þannig að þessar reglur eru stundum þægilegar ef maður venur sig á að nota þær og það sparar manni oft töluverða vinnu ef maður hefur auga fyrir henni. Má ég nefna östutt dæmi. Nú ætla ég að hafa þetta hvít. Prófum kannski eitthvað svona. Þetta hér lítur ekkert vel út. X í öðru mínus 1 og x í öðru plus 2. Sko, hérna ætti ég að nota stofnbrotaliðun og kannski ættu að renna okkur í gegnum það dæmi líka. En stundum er líka ágætt að nota bara það sem maður hefur lært og læra að hafa auga fyrir því. Þetta hér er u og þetta hér er vaff. Og þessi hérna regla er góð ef ég er með föll eða margliður sem er að sama stigi. Kannski ég flæki, kannski ekki flækið ekki. Sko ef ég segi nú sem svo allt í lagi. U er x í öðru mínus 1 og vaff er x í öðru plus 2. Þá sé ég allavega að
ef ég horfi nú á þessa gömlu kunningja hér, að ég hef 3 möguleika. Ekki svolítið sniðugt að prófa til dæmis vaff mínus u? Því að ef ég skrifa vaff mínus u, þá fæ ég 3. Þess að þessi hérna mínus þessi. Þetta fer og mínus verður 1, 2 pluss 1 eru 3. Því þá get ég nefnilega nota þessa reglu beint. Af því mér tókst að fá fasta í mismun. Þess að þetta hérna bara 1/3 1 á móti u mínus 1 á móti vaff. Þá fæ ég 1 á móti u mínus 1 á móti vaff, sem var x í öðru pluss 2. Svona. Og nú get ég liðað þetta heildi upp, tek 1/3 út fyrir allt og hérna ég með 1 á móti x í öðru mínus 1 mínus 1/3 sinnum 1 á móti x í öðru pluss 2 dx. Annars hefðum við þurft að stofnbrotaliða. En ef við höfum ekki haft auga fyrir þessa reglu og ef við höfum aldrei séð hana og allt í lagi með það, þá að því að við viljum náttúrulega líka geta stofnbrotaliðað í vél. Þannig notum við þetta í alvörunni. Við viljum bara vita nákvæmlega hvað liggur að baki hugmyndinni, svo notum við í framtíðinni vélar. Þannig að stofnbrotaliða til dæmis þetta sé að með þarna, það var x öðru mínus 1 sinnum og svo x í öðru pluss 2. Svona. Já, x í það. Og það verður að vera til þægileg skipun í MATLAB sem segir já, kallir þetta bara eitthvað annað, PP þá partfrak heitir hún, PART frak, þetta stendur fyrir partial fraction decomposition eða stofnbrotaliðun, P. Og þetta skipun sem við munum nota mjög mikið. Stundum þægilegt að nota skipunin sem heitir pretty. Til þess að skrifa hérna bara pretty. Að þá getur maður gert pretty af svarinu. Hún verður að taka þetta inn svona. Þetta bara svo maður já. Pretty PP. Þá sér maður stöðrana beint. Þetta 1/6 x minus 1 minus 1/6 x plus 1 minus 1/3 x í öðru pluss 2. En þegar þeir eru búin að stofnbrotaliða nokkuð dæmi, kom með tilfinningu fyrir þessu, þá samþykkt og eðlilegt að nota vélar. Ég held að sé nákvæmlega sama skipunin í Texas Instrument vélunum. Hér fáum við 1/3 og svo þurfum við að stofnbrotaliða x í öðru mínus 1. Svona. En við sjáum að þetta getur orðið svolítið möndl. En hér ég smá vandræðum því ég vil ekki á 2 þarna.
Ég vil hafa 1 hérna. Alltaf ég er með 2 + x í öðru. Ég sé þetta lítur út eins og arctangens. Það verður að vera 1 hérna. Þannig ég tek tvistinn. Hingað. Set 1 hér. Og þar ég að athuga það að ég er með x í öðru á móti 2 hér. Ég verð að skrifa þetta sem einhverja breytu í öðru veldi. Þannig ég verð að skrifa þetta hér sem x á móti rótin af 2 í öðru dx. Þá er þetta orðið 6 hér. Þetta verður að vera 1 + u í öðru. Þannig ég þarf að nota u-innsetningu hér á eftir til þess að fá þetta rétt hér. En það er allt í lagi. Ég ætla að nota núna u-vaff-regluna sem ég var að setja fram fyrir þetta hérna. Ég get líka stofnbrótaliðað, en svona, ég vil sjáuð þessa aðferði líka. Þannig hér fæ ég 1/3 og reyna að gera þetta í huganum. Þessi mínus þessi. Kannski ennþá betra að segja, þetta er u-ið og þetta er vaffið. Við segjum x + 1 mínus x - 1, þá fáum við 2. Ég sagði þessi mínus þessi. Þessi mínus þessi. Þá ég skrifa þennan upp á undan, samkvæmt reglun okkar, x - 1 mínus 1 á móti x + 1 dx mínus 1/6 stofnfall 1 á móti 1 + x á móti rótin af 2 í öðru dx. Nú er þetta alveg að fæðast. Nú getur tekið tvistinn út fyrir allt og liða öll heildin upp. 1 á móti x - 1 dx mínus 1/6. Það er þessi 2 sinnum 3 sinnum 1 á móti x + 1 dx mínus, hvað er að gera hér? Ef þetta er u, ég ætla að kalla þetta hérna u. Sjá hvernig ég komið þessu fyrir hérna fyrir neðan. Ef að u er x á móti rótin af 2, þá er du dx, það er bara 1 á móti rótin af 2. En ég vil skrifa þetta á östmaðaformi þannig ég færi dx yfir. Og kannski finnst okkur þægilegra að því að hér er bara dx að einangra dx út úr þessari algebru sem ég var að framkvæma. Þannig að dx-ið í staðinn fyrir það á að koma á rótin af 2 sinnum du. Það þýðir að í staðinn fyrir dx get ég núna sett rótin af 2 du. Ég á stránglega tekið ekki að vera með margföldunarmerki, það heldur bara svona venja hafa ekki margföldunarmerki hér. Bara rótin af 2 du og þá kemur hér u. Þá er ég loksins búin með þetta flókna heildi. Þannig ég fæ 1/6 heildi í staðinn fyrir 1 dx og ég setja rótin af 2 du. Rótin af 2 du. Og í staðinn fyrir x á móti rótin af 2 má ég setja u. Og til þess að þetta sé alveg skýrt hvað ég er að gera, þá vil ég taka rótin af 2 allan leið hingað. Til þess að ég sjá að þetta er arctangens. Þar með erum við búin að leysa verkefnið. Þannig hér fáum við 1/6
náttúrulegi lagurinn af tölugildinu af x mínus 1 mínus 1 sjötti náttúrulegi lagurinn af x pluss 1 mínus 6. Hvað er það? Það er 2 sinnum 3. Hvað er 2? 2 er rótin af 2 sinnum rótin af 2. Þannig að ég get stytt út hérna rótin af 2 sinnum rótin af 2 er 2 og önnur þeirra fer sinnum 3. Og þá get ég skrifa arktangens af u. Sinnum arktan af u. En hvað var u? Það var rótin af x deilt með 2. Og svo er heilduna fasti. Flóknari verða dæmin okkar ekki. Það er nú eins gott.